þessu myndbandi ætla ég að fjalla lúsinastöðuna sem vinningsaðferðin þegar hvítur með peði yfir og þarf að koma þau upp í borð. Þessi staða unnin vegna þess að hvítur getur komið kóngnum í burtu frá peðinu og komið síðan peðinu upp í borð. Í fyrsta lagi þarf hann að reka svarta kónginn í burtu og hann gera það einfallega með að skáka hér. Svarti kóngurinn þarf núna að fara á annarkvort E7 eða E6 í þessari stöðu. Vegna þess að ef hann fer á C6 kemur einfallega bara kóngur C8 og hvítur gerir drottningu næst. Byrjum á að skoða kóngur E7 og þá fáum við hreinu útgáfuna af þessari lúsina vinningsaðferð. Ef svarti kóngurinn fer á E7 þá kemur upp þessi aðferð sem kallast að byggja brú í lúsinastöðunni, sem einfallega að nota hrókin til þess að stoppa skákir. Vegna þess að ef við förum beint í þetta að fara út með kónginn, þá byrjar svartur einfallega bara að skáka og við getum ekkert komist áfram vegna þess að við þurfum alltaf bundin því að valda peðið. Ef við förum eitthvað í burtu, þá getur svartur alltaf pressa bara peðið aftur og við komumst ekkert áfram. Þannig að í þessar stöðu hér, áður en við förum út með kónginn, þurfum við að búa til einhvern veginn skjól, hálfgerða regnhlíf fyrir kónginn. Og við gerum það einfallega með því að leika hrókur D4 í þessar stöðu. Núna ætlunin hjá hvítum að koma kóngnum á B5 reitin og þegar svartur heldur áfram að skáka, að þá getum við farið með hrókin fyrir, stöðvað allar skákirnar og þá rennur peðið upp í borð. Sjáum bara dæmi. Ef svartur leikur núna einhverju eins og til dæmis bara kóngur E6, þá fer hvíti kóngurinn á C7. Það kemur skák, annars fer peðið bara upp í borð. Kóngurinn fer hér, við hótum að búa til drottningu. Hrókurinn fer hér, kóngurinn fer hér og núna ef svartur heldur ekki áfram að skáka, þá getum við einfallega leikið hrókur D8 og komið peðinu upp þannig upp í borð. Þannig að svartur heldur áfram að skáka, kóngur B5, hrókur B2 og hrókur B4. Og núna erum við búin að stoppa skákirnar og peðið rennur upp í borð. Ef við förum aftur yfir stöðunni hér frá byrjun, þá hafði svartur í þessari stöðu hér annan leik í stöðunni. Hann gat líka leikið kóngur E6. Við fyrstu sín virkar þessi leikur hér eins og kóngur E7 alveg eins. Og eins og ég segi, það virkar eins og þetta skipti eiginlega engu máli hvort að svarti kóngurinn standi á E7 eða E6. En máli núna, ef við förum að leika hrókur D4 í þessari stöðu, þá getur svartur leikið kóngur E5 og þessi stað ennþá unnin fyrir hvítan, en við þurfum aðeins að finna einhverja aðra leið til þess að vinna stöðuna, vegna þess að ef við bökkum þá bakkar svartur bara hér og eins og ég segi, staðan ennþá unnin en við komumst ekkert áfram með þessari sömu aðferð sem við vorum að gera. Þannig að þegar kóngurinn fer hér eins og E6 með hugmyndinni að hóta hróknum, að þá getum við einfallega nýtt okkur það að kóngurinn hér valdar ekki þennan reit. Þannig að hvítum á einfallega leiki þessari stöðu kóngur hér og núna hótum við að gera drottningu. Þannig að svartur verður að skáka og núna förum við ekki aftur tilbaka, heldur við getum leikið kóngur D8. Og hugmyndin núna einfallega svo að þegar svartur leikur hér við hugmyndin að hóta peðinu, þá getum við leikið hrókur D7 og við núna völdum við peðið. Og eina það sem hvítur það núna að gera til þess að vinna að leika kóngur C8, hrókur C7 til að stoppa skákirnar og B8. Þannig að þetta eru svo tvær vinningsaðferðir fyrir hvítan í þessari stöðu sem við köllum lúsina vinningsaðferð.